Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Já, heyrðu, það komið á rekord, Dóra mín. Ok, sest þú og sjáum hvar þú passar í ramman. Veistu það, ég passa ekki neitt ramma, Halldóra. Nei, hún passar ekki inn í box. Ef ég passaði ramma, þá hefði ég fengið mér starf hjá rammagerðinni. Hún mjög ljót, þessi innstunga þarna á hausnum fyrir ofan þig. Já, það satt. En við ætlum að hafa hana með til áminningar það. Já, líka það, ef við þurfum að stinga einhver í sambandi meðan á þættinum stendur. Já. Þú veist, ég myndi segja að þetta væri fyrir svona góð aðstafa. Já. Til þess að... Er þetta ekki fínn rammi? Jú, mjög. Ég bara fél Þá bókina. segi ég bara faðir Abraham og hans synir. Og hans synir, Faðir Abraham. Heyrðu, elsku Halldóra mín. Já. Já, nú er ég búin að setja veipið um hálsinn. Airplane mode á gemsan. Já. Minn. Heyrðu, ég held að ég sé ekki með airplane mode á mínum. Ó. Þannig að þegar fólk tækni. Alltaf hafa tæknin á hreinu. Já. Þá erum við tilbúnar. Þá erum við tilbúnar. Þannig þátt. Heyrðu, Ok, þú sérð... við ætlum að taka þetta upp sem sagt í vídeói. Já. Þú vilt ekki senda út vídeói af því að þér finnast vídeóin svo ljót. Nei, bara gæðin kannski ekki nógu góð. Nei, þeir eru ekki nógu góð. Nei. En svo þurfum við að finna út úr sko að þriðji þáttur var í betri gæðum en fyrsti, annar og fjórði. Ég veit að þetta er alveg stóru undanlegt. Þannig við þurfum að finna eitthvað bann Við þurfum til þess að sem að segir okkur af hverju voru betri gæði á þriðja þætti Já. í mynd. Heldur getur verið að önnur hvort okkar eigi það bann. Já, þegar ég meina það þá á ég en svo líka þegar maður fer í verslandi þá finnst manni maður alltaf vera að hitta einhver börn sem er að segja manni allt sem maður veit ekki sko. Já, mér finnst sko öllu verra ef að maður þarf að fara á bráðamóttökuna. Þá finnst mér allir læknarnir vera svona 11 ára. Já, það er líka svona. Ég hef ekkert vantraust á þeim en ég verð bara svo hissa hvað þeir eru rosalega ungir. Já. Og já, þau. Já, og maður leggur trössitt í hendurnar á þeim. Já. Hérna, það er eiginlega alveg magnað. Heyrðu, ég er í verndardýrsbólnum mínum. Já. Þetta er svona, hvað ég að segja, þetta er brjálaður eiginlega úlfhundur. Ha? Já, þetta er ekki dreki, þetta er... Nei, þetta er úlfhundur. Hún Imma, vinkona okkar, Já. sem er náttúrulega listamaður og sálgætir. Hún valdi henn að bóla mig, hún vildi gengi honum alla forsetakosningabaráttuna. Já. Já, henni fannst það eitthvað sniðugt. Fannst þetta góð svona Og dulin skilaboð. Og gerðu það? Nei, ég mætti honum í, held ég, 1 viðtal. Já. En ég nefnilega, mig dreymir þetta dýr, svona úlf. Já. Við höfum dreymt hann nokkru sinnum. Og þá var einhver sem sagði mér að þá væri þetta mitt verndardýr. Vá, þetta er rosalegt verndardýr. Já, finnst þér það ekki? Já. En þú veist, svona hundar og úlfar eru náttúrulega sko svona mannvinir. Já. Þú veist. Já. Ég hef aldrei hitt úlf samt sko. En ég sé það alveg með hunda. Við verðum að bæta úr því, Dóra. Já, ég verð. Þegar þú verður 60, Já. þá ætlum ég að sjá til þess þú fáir að hitta úlf. Vá. Finnst það ekki skemmtilegt? Jú. Hvað viltu annað þegar þú verður 60? Nei, nú skuldu bara alveg sko, nú skuldu byrja því að anda inn. Ok, nú ferðu... Mikið að hugsa þegar við verðum 60 ára, því að ég meina það er alveg 4 ár í það, ég er 56. Ég veit það. Þú sagði reyndar í fyrsta þætti þú verið 57 ára. Já, það er í kynningunni. Og ég hafði smá áhyggjur af því og fleiri vinkonur okkar hringdu. Já. Og sagði, er henni eitthvað að ferlast blessun? Ég er náttúrulega bara að leika mig með tímatalið og einhvers staðar er ég, í einhverju annarri vídd er ég kannski 57 ára, skilurðu? Ég er bara að leika mér í þessu. Nákvæmlega. Já. En ok, við skulum ekki vera að tala um 60 ára afmælið. Ok, bara ef þú hallar aftur augunum. Já. Dregur andan inn og heldur honum inni. Nei, hlýttu nú. Andan inn og niður. Og heldur andanum inni.
bara stutta stund og sjáðu fyrir þér stóra veislu þar sem að þú ert afmælisbarnið og núna sérðu pakkaborðið og hvað er í pökkunum? Þú opnar einn pakka og hvað er í pökkunum? Má ég byrja að anda? Já, þú mátt anda frá. Ok, í fyrsta pakkanum sem ég opna, þá er svona bleikur svona Lotus kertastjaki. Vá. Já. Veistu frá hverjum hann er? Hann var næstu eins og píka, skilur, en hann svona bleikur. Listaverk eftir unga Ég bara segi listakonu. þetta gerðist bara inn í mér, ég er ekki að stjórna Ég veit þessu. það. Þetta gerðist bara. Þannig Ok. að En þegar þú sagði pakkaborð þá sá ég á miðju pakkaborðinu sat úlfur. Nei. Jú, Vá. hann sat bara og allir pakkarnir í kringum hann og svo þegar þú sagðir að vera margir pakkar þá er ég bara, ok, hann er samt ekkert að ýta þeim út af, hann er þarna. Nei, hann er bara pakkavörður. Hann er pakkavörður. Þetta er bara úlfur sem er sérstaklega þjálfaður í það að passa pakka. Já, það er enginn að fara að taka mína pakka. Nei. Þessi úlfur passar það. Ok, þannig er þetta risastór pakki. Sérðu hann? Já. Ok, þú mátt opna hann. Hvað er í honum? Förum hérna að gera svo. Ég ætla að gera pappírsljóðið. Já. Wow! Wow, hvað er það? Gosbrunnur. Vá. Vá, hann er svona grár, svona ítalsku gosbrunnur. Aha, og Með svona- marmara. Nei, hann er úr svona gráum, hann er svona til hogginn. Já, Ó, ég steyptur. vildi hann hefði verið úr marmara. Ég vildi að ég hefði átt ímyndun. Breyttu því bara í huganum. Breytum honum bara í Já, hann er marmara. orðinn úr marmara. Ó, vá. Nei, hann langar að vera úr svona gráum steini. Ok. Og er þetta Hann er svona eins og nefnilega skál? eldri. Hann er sko eldri en eitthvað sem Ó, er gert eru þetta í menningarminjar? Flórens. Þetta eru menningarminjar. Þetta er úr kumli, einhvers staðar í Já, Evrópu. Já, Ok. já. Og er þetta skál eða stendur Þetta eru upp? tvær skálar og kemur upp úr í miðinu og fer á milli og það er heilagt vatn sem að fer í gegnum hennan gosbrunn. Þetta fékk ég nú í afmælisgjöf. Þetta fékkstu nú í afmælisgjöf. Heyrðu, af þessu tilefni, af því að ég ætla að byrja með bók. Já. Þá ætla ég að leyfa þér að finna lyktina af þessari ilmolíu. Þú þekkir þessa lykt, er það ekki? Jú, þú hefur gefið mér hann ekkert í hann, eða ekki? Já, ég ætla að setja einn dropa í lófana þér Já. og nú er spurt hvaða land Þessi lykt? Frá hvaða land er þessi lykt? Af því að það er vísbending um það hvaðan bókin er. Ó, já, ég þorði ekki að sjá að því ég var ekki með gleru, ég sá ekki hvað stóð á. Ok. Finnur þau hvað þetta er geggjuleg? Þetta er svona, það er rosalega mikil svona... Skógarmosi eða svona? Já, einmitt. Þetta er auðvitað gamla góða patchouli. Já, þetta er bara æskan okkar. Ég veit það, Dóra. Ég ætlaði bara að fara með þig aftur á endurminningana. Sko, þegar ég finn þessa lykt, það voru náttúrulega margir sem notuðu þessa lykt þegar við vorum unglingar, sko, vinir okkar og kunningjar. Við ætlum nú ekki að fara að nefna hérna fólk á nafn sem enginn þekkir, en þetta var svona svolítið stemningin að gangum með þessa lykt og þetta er svona, þú veist, þetta er svona, hún læddist inn í pönkið úr hippatímanum, patchouli, sko, og hún er að sjálfsögðu hvaðan? Hún er að sjálfsögðu úr trjám. Já, en frá hvaða landi? Já, þú meinar... Eða frá hvaða löndum? Frá hvaða heimshluta? Kannski meinar frá Asíu eða Norður-Ameríku? Asíu og Indlandi. Asíu og Indlandi. Já. En sjá hvað ég var örugg. Ég sagði bara tvær heimsálfur til þess að vera, af því að mér er svo leiðilegt að tapa í leikjum. Já, nákvæmlega. Þá bara þegar þú spurð úr hvaða heimsálfu, þá nefnir Halldóra bara allar heimsálfurnar, af því að þá hefur hún að sjálfsögðu rétt fyrir sér. Það fæ ég alltaf rétt svar. Heyrðu, en sko þessi lykt, hún er nefnilega sko, sumum finnst hún vond, mér finnst hún rosalega góð, mér er svo mikið svona jarðtenging í henni. Já, ég elska hana sko. Og þetta er náttúrulega eitt af gjöfum jarðar, það er þessi lykt. Já, en ég þorði ekki að bera hana á mér af því að það voru svo margir sem kvörtuðu undan henni. Og ég hafði ekki hugrekki til að setja hana á mig af því að þú svolítið tekur upp herbergið. Sá sem setur mikið á henni á sér, hann tekur upp rýmið sem hann gengur inn í. Já, en það er mjög sniðugt að blanda henni með öðrum léttari, sko, hún er reyndar, sko, patchouli. Þessi er ekki eins sterk og þessi sem var í gamla daga. Þetta er reyndar alveg hrein, sem sagt svona alveg niður eimuð, hérna patchouli olía.
og hún þetta vita nú kannski ekki margir en því ég hef sko sérstakann áhuga á ilmum og ilmvötnum. Hún undirtónn í mjög mörgum þekktum ylvötnum í dag. Sérstaklega þessum ylvötnum sem hafa svona möski eða dimman eða svona, já hvað ég var að segja, svona svolítið svona dularfullan undirtón. En þá hún notuð svona alveg neðst til þess að búa til svona botn í ylvötn. Sko. Já. Og hún nefnilega, galdurinn við hana það af því að hún dugar svo lengi. Þá hjálpar hún öðrum lyktum að vera, hún svona býr til lenginguna í ylvatnið. Þannig að það bara gufi ekki upp, skilurðu? Þannig að hún býr til svona basa sem aðra lyktir hanga í ilmunum. Já, hún svona úthaldsolía. Já, hún úthaldsolía. Bindingar og úthaldsolía. Það er ekki magnað. Já, það algjör galdur. Það nefnilega algjör galdur, sko. En sem sagt, já, nú máttu lykta aftur að henni, við slum aðeins að finnur þú hvað þetta geggjað. Hún nefnilega góð. Hún nefnilega mjög góð. En sem sagt, bók dagsins og þetta nú dálítið svona vandræðalegt af því að ég vil nú helst ekki láta hana frá mér. En ég á hana eins og sumarbækur í þríriti. Já. Og þetta eru Hávamál Indlands. Indíalands. Eða stendur hérna, já stendur Indíalands. Já, Hávamál Indíalands. Já, þetta sem sagt Bhaktava Gita. Já. Sem ljóðabálkur innan úr Mahabharata. Vá. Og Mahabharata sko lengsta ljóð heims. Það eru 100.000 erindi í alvöru eða eitthvað svoleiðis. Og Bhaktava Gita hluti úr því. Og það eru samtöl Lord, hvað hét hann nú, Krishna, Guðinn Krishna, við prins, hann heitir Arjuna eða eitthvað svoleiðis. Vá, hvernig manstu þetta allt? Og sem sagt Arjuna leitar til Krishna, eða Krishna að mennta hann lífið og tilveruna. Og Lord Arjuna, ég veit ekki alveg hvernig að bera þetta fram, ég ekki mjög sleip í indversku. Það bara, ég hef bara fulla samúð með því, eða þú veist, ég umber það, mér finnst allt í lagi. Þú ert ekki það. Steina, ég var að segja þér frá einu, að þegar þetta leyndamál, eða samt ekki, finnst ég að segja frá því hérna. Já, þetta sko podcast. Já, ég veit, þess vegna ég að segja frá því. Já, en bara því þú sagðir þetta væri leyndamál, ég bara, ef þú væri eitthvað að ruglast, þá vildi ég minna þá við að þetta er Þetta ekki leyndamál, en þegar ég fyrir í Icelandair-vélarnar, þá svo mikið af íslensku sjónvarpsefni sem maður getur hort á. Nei, ekki segja þetta. Þannig að ég hef, ég horfi á sjálfar mig. Af því það svo margt sem ég leiki í sem ég hef aldrei séð. Og hvað situr þú bara? Nei, vandræðalegast var réttur 3 af því að það eru 9 þáttar sjónvarpsseri og ég græt í öllum þáttum. Þannig að ég var svona eins og ég færi í gegnum svona grátkast með sjálfri mér. En ertu þá í dulargerfi þegar þú flýgur með Icelandair? Nei. Svo þú getur hort á sjálfa þig? Ég halla mig svona fram á borðu og reyna að hafa hendina fyrir skjánum. Ég mæli með að fljúi næst í hettupeysu. Já, ég lækka svona, hér með Icelandair flýg ég í hettupeysu. En allavega... En ég mæli alveg með þessum leik fyrir þá sem er að hlusta, ef þeir eru í boði, að fara 3 saman inn á klósett og skipta allir föt. Nei, ég meina þetta bara... Þetta hrikalega skemmtilega leikur. Í leiðilegum boðum, þá náttúrulega bara býr þetta strax til ofsalega skemmtilega stemningu. Já. Það er gaman að sjá, til dæmis miðaldra menn, fara í benstóla. Já, eða litla bóli. Já. Þú veist á brjóstahaldara. Nákvæmlega. Skilur. Já. Og við í víðu eða... Já, eða í jakkafötum. Já. Það getur bara verið fyndið. Eða það getur verið maður sem grænari maður sjálfur og maður getur ekki hneftað sér og allt þetta, þú veist. Veistu þetta bara, ég myndi segja að þetta væri bara sá samkvæmisleikur sem allar fjölskyldur ætti að leika jólin. Já. Já. Og þetta allir mér tekur... Þetta er áramótaleikur líka. Þetta er áramótaleikur. Já, það er eitthvað frelsi í því að fara úr búningnum sínum og fötunum sem þú aldrei að vera að það kvöldið og fara í föt annara. Já, algjörlega. Já, þetta er leikur. Hvað heitir hann þessi leikur, Steina? Þessi leikur hann heitir Allir skiptum föt leikurinn.
Mér finnst svo gott að hann heiti nafni sem er alveg augljóst hvað hann er. Veistu það best að hlutirnir heiti sínum réttu nöfnum. Já. Þannig að það sé alveg gagnsætt og maður viti hvað maður er að fara að gera. Leikur sem heitir Allir skiptum föt-leikurinn, augljóslega fjallar til dæmis ekki það að sitja við borð og spil. Nei. Nei. Það er bara, þá vitum við í hvað leikur við erum að fara. Og það eru ekki boltaleikur. Já. Nei. Ok, ég ætla þá að spila á þerflötuna af því að þú ætlar eitthvað að tala meira um þessa bók. Já. Hefur ekkert verið hringt í þig frá Sinfóníuhljómsveitinni, Dóra? Ekki til þess að spila á bambusflötuna. Nei, það kemur mér dálítið á óvart. Já, af því að það er einhver tónn þarna. Sko, Hávamál Indíalands eru þýdd af Sigurði Kristófer Pétursinni og það var skáldið Sigfús Daðason sem annaðist þessa útgáfu. Þá kemur nú skýring á því að hún er til í þríriti af því að pabbi stúderaði svo mikið Sigfús Daðason. Og já, en sem sagt, fyrsta orðið sem stendur hérna á blaðsíðu, á sörblaðinu eiginlega, er ám. Ám sem er náttúrulega bara óm. Ám. Óm. Já, ég hugsaði amen. Nei. Ám. Sem er náttúrulega bara hljómur jarðarinnar, ekki satt? Ám. Ám. Þú veist að við erum á sömu tíðni, hljóðtíðni og jörðin, allt sem lifir á jörðinni. Það er sama hertz í okkur. Við erum faktist hvert og eitt okkar jörðin. Já, þess vegna finnst okkur svona gott að óma. Hvað ætlum að ómi svona sjaldan? Kannski bara það er skrítið. Ég held að sé væri samt allt í lagi að óma í boði það sem að maður væri þarna allir að skipta fötleiknum. Alltaf áður þegar maður kemur fram, maður kemur í nýjum búning og svo ómar maður saman. Já. Og sko, ég veit ekki, ég þarf að spá í, sko, ég get nú ekki sagt að ég vil lesið þessa bók Spjaldan á milli, en hér er bandið inn í 7. kviðu. Já. Og sem sagt, Bhagavad Gita eða Hávamál Indíalands eru 700 erindi, eða 700 litlar. Ok. Já, varla er einn maður meðal þúsunda keppir eftir fullkomnun og meðal þeirra keppa eftir henni og verða fullkomnir varla einn sem þekkir innsta eðli mitt. Skildur þetta? Nei, við skulum bara fara í næstu, kannski alltaf við skiljum hana. Ok. Þetta er hinn áttfalda eðlisskipting mín. Þetta er sem sagt Lord Krishna að tala. Jörð, vatn, loft, eldur, ljósvaki, hugur, mannvit og sérvitund. Og hvað er sérvitund? Það hlýtur að vera, er það ekki bara vitundin að þú sért til? Því að við erum eitt með öllu, þá verðum við að hafa sérvitund mig hér, sú í mér sem vitni að mér. Já. Það hlýtur að vera sérvitund. En ertu þá tveir? Ef að eitthvað vitni að þér? Já, þá er næstu eins og ég sé tveir, þó ég sé eitt. En er það þá mannvitið sem sérvitundina? Skilurðu mig? Já, það er, sko mannvitið nær að taka utan það að hann sé með vitni að hann sé eitt með öllu og vitni að sjálfum sér á sama tíma. En þegar við fæddumst þá var þetta bara, en svo þurfum við mannvit til þess að geta talað það núna. Já, einmitt. En sko, ef að við erum eins og Guð, af því að, þú veist, Guð skapaði manninn í sinni mynd, ekki satt, og það er dálítið þannig í öllum trúarbrögðunum. Og þá erum við sem sagt, eins og hann segir hérna, samsett úr jörð, vatni, lofti,
eldi, ljósvaka. Svona, þetta ekki svona eins og ignite, eins og kveikur? Jú. Eitthvað sem kveikir. Ljósvaki eða bara hið eilífa ljós, eitthvað sem er það smæsta og það stærsta. Já. Ok. Hugur. Hugur. Er þá kannski egóið, hugurinn? Já. Eða það sem að greinir þig frá öðrum? Já. Nei, svo kemur mannvitið. Það eru hugsanirnar, Já. hvernig við hugsum. Já. Mannvitið, ég held nefnilega að mannvitið liggi í öllum mönnum. Já, já, ég held að öll þekking sé bara okkur til reiðu ef að við bara getum tjúnað inn í hana. Já, þú meinar að mannvitið er hið almenna mannvit. Já. Það er hérna... Bara svo sameiginlega reynsla sem að mannkynið hefur öðlast í gegnum bara árþúsundirnar. Já. Ég held að sú þekking sé inn í okkur. Ég held til dæmis að allir forfeður okkar, af því við erum, ég meina það þurfti alveg sko ótrúlega margt fólk til að búa þig til og búa mig til og þar af leiðir að öll þekking forfeður okkar er í okkur. Já. Við höldum að við séum einstök og fæðumst á núlli. Og lærum bara það sem að við nemum í þessum líftíma. Ég held við fæðumst ekki á núlli, ég held við fæðumst með alla þekkingu allra inn í okkur. Skilurðu? Og ég held við verðum því gáfaðari og upplýstari ef við föttum að við erum ekki einn, heldur allir. Skilurðu mig? Já. En ég finn voða vel fyrir vatninu inn í mér, sko. Og við erum náttúrulega rosalega mikið vatn. Já. Og ég finn rosalega vel fyrir eldinum inn í mér. Já, þú ert náttúrulega líka ljón í stjörnumerkinu. Já. Og ég er krabbi og krabbið er náttúrulega vatnsmerki og ljónið eldsmerki. En tilfinningarnar eru vatnið. Já. Og mér finnst ég finna það mjög vel. Og mér líður vel í vatni. Já. Þér líður reyndar líka vel? Ég reyndar mjög vel og ég þarf á vatninu að halda til þess að kannski bara svo brennir ekki alveg upp. Já, og það er bara, ég finn að taugakerfið mitt elskar vatnið, sko. Já. Þá næ ég svona jarðtengingu. Vatnið hjálpar eldinum að jarðtengjast. En finnur þú fyrir jörðinni inn í þér? Já, ég á jörð, en ég á erfiðast með jörðina. Hvar áttu jörð? Hvar á landinu áttu jörð? Ég á jörð. Ertu jarðareigandi? Nei, ég lík því, ég á ekki jörð. Ég á ekki jörð. Ég á sumarbústað en ég er á leigulóð. Já. Þannig ég á ekki jörð. Hvenær á ég að byrja að borga þessum sumarbústað? Já, það er bara sem fyrst, af því að bara því fyrr sem ég fæ eitthvað inn á reikningin, bara því betra. Já, heyrðu geggjað. Já, en ég nefnilega fór til konu daginn sem er með svona bodygraph og hún var svona að mæla svona einhvern veginn svona viðnámið í vöðvunum á mér og kortleggja vöðvana hjá mér. Og þar sá hún, sem að ég vissi þegar hún sýndi mér það, að ég er með mjög veika jarðtengingu og ég til dæmis alltaf því ég fer inn á svið, þá hoppa ég eins og þess að vekja sambandið milli mín og jarðarinnar. Og ég sé alveg fyrir mér að ég sendi orkunum mínu onni í jörðina og nægi vitneskju onni í jörðina. Af því einhvers staðar inn í mér treysti ég því ekki að jörðin haldi á mér eða það verði séð mig eða eitthvað svona. Ég held að ótti minn í fjármálum og svona tengist þessu líka, að ég treysti því ekki að það verði, að það sé nóg til. Ok, þetta er annað. Nei, þetta er ekki annað. Ég bara veltaði fyrir mér, geturðu ímyndað þér að þú sért tré? Já. Af því ef þú ert tré, þá sko, ertu með rætur sem kom í gegnum fæturnar að þér og fara alveg bara niður í jarðarskorpuna. Skilurðu? Ég er bara að reyna að hjálpa að ná mér í jörð. Það sem ég er af því þú ert með svo fallega krónu. Já, og hún er galopin og konan sagði mér, kannski þarftu að vera með hatt stundum. Og ég sagði, nei, mér líður svo vel þarna uppi. En ég á erfitt með að taka margt sem flýgur þarna uppi og setja það onni í jörðina og setja það í, það er svona pingu átök fyrir mig að jarðtengja hluti. Og það hafa fleiri nuttar að sagt þetta við mig, sagt bara, þú verður að koma til jarðar, vertu hérna á jörðinni. Skilurðu? Og mér fannst bara svo magnað að hún með þessu vöðvatesti sæi þetta. Ég skil ekki af hverju þetta fólk er alltaf beðið að koma, það er alltaf mikið af fólki á jörðinni. En það er til... Kannski þín vegna? Nei, já, það er til þess að ég komist út úr kvíða.
náttúrulega. Af því ef ég treysti ekki að jörðin haldi á mér, af því að ávextirnir koma upp úr jörðinni. Ef ég treysti ekki að jörðin beri mig og hérna, já, þá haldi þér. Ég haldi mér. Og öllu sem þú þarft að halda á. Já, þá fer ég náttúrulega í kvíða, þá byrja ég að hlaupa og þá byrja ég að spóla í hausnum, byrja að vera of kreatív og ég næ ekki að komast ofan í sáttina, kannski eða eitthvað svona. Þannig ég að skoða þetta sem hérna 56 ára Dóra. Já. Ég veit ekki hvort hún góð, en ég veit ekki hvort hún getur hjálpað þér. Ég ætla að senda að koma með hana. Þetta svona óumbeðin ráðlegging. Já. Já, ég þigg hana. Ég þigg hana. Já, ok. Að þegar þú ert með allar þessar hugsanir, ef þú ert of mikið í höfðinu, að þú takir hugsanirnar og plantir þeim í blómapotta. Setir þær í litla jörð. Bara í litla potta, það getur bara ofan í jörðina, og bara setir það samt í mold. Elska, má ég tala fyrst eða ætlar þú að tala svo? Bara allt í lagi. Já, þá tala ég fyrst. Ég elska grænmetis úrvalið í Hagkaup. Já, það geggjað. Og ef maður langar í ykkur svona exotíska ávexti eða grænmeti, þá fær maður það þar. Já. Það þannig. Þannig að allt í tengslum með jólin eða veislur eða þú átt von á einhverju sérstöku, það alltaf Hagkaup. Að þú ert í finni hérna eitthvað skemmtilegt fyrir okkur. Þú eru kannski að tala aðeins á meðan svo verður ekki leiðilegt fyrir þá sem kannski að hlusta. Já, ég held að séu samt allir að hugsa það núna. Þetta góð tími fyrir þess að hugsa hvort að þau treysti jörðinni fyrir sér. Ég held að sko almætti hafi búið til þessa þögn, þannig að þeir sem eru að hlusta geti hugsað, treysti ég að verði séð fyrir mér? Treysti ég jörðinni? Treysti ég orkunni úr jörðinni? Vantar mig meira að tengja mig við himininn og frelsið í hugsunum. Ég til dæmis í COVID-stina, mér fannst ekkert óþægilegt allar reglurnar og allt sem ég var sagt að gera, að því ég upplifði mig samt svo frjálsa. Já, ég skil. Mér fannst bara svo gott að það var bara búið, það var meira upp í Listaháskóla voru svona línur á gólfinu sem við máttum ekki fara yfir, af því að sóttvarnarhólfin voru búin til bara svona teipi á gólfið. Ég elska þetta. Og ég upplifði ekki að það væri hægt að ræna mig neinu. Af því að ég á svo mikið innra frelsi. Já, ég er nú svolítið sammálaðið þarna, sko. Já, þannig að hitt truflaði mig. Sko, það getur enginn tekið með höndum. Nei. Ég er ófangelsanleg. Já. Já. Þannig tilfinningar ég myndi skemmta mér vel bara í fangelsi. Já, ég segi það ekki þegar ég er svo komin inn í fangelsi og ég má ekki fara út. Það er annað, skilur þú veist. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að það er hræðilegt að vera lokaður inni og allt þetta. Já, ég er ekkert að því og ég er ekki að reyna. En COVID truflaði mig ekki. Nei. Ég fór, þú veist, rosalega hlýðina fjárhagslega. En þú ert líka dálítið hlýðin. Ég er svakalega hlýðin. Já. Óbreytti hermaðurinn. Ég er svakalega hlýðin. Ég er svakalega óhlýðin. Þú ert svakalega óhlýðin. Já. Ég veit það. En nú ætla ég að lesa hérna fyrir þig. Vitringur gerir engan greinarmun á Brahma-presti hefur bæði menntun mikla og auðmýkt til brunns að bera og kú, fíl og jafnvel rakka og honum sem talinn afhrak annarra manna. Sum sé, sá sem vitur lítur allar lífverur jafnt. Já. Og þiggur gjöf eða orku alls sem er. Einmitt. Og þó svo að einhver hafi menntað sig í einhverju, það þýðir ekki að þetta er raunverulega bara þetta. Já. Að þrátt fyrir að einhver hafi mikla menntun og auðmýkt, þá lítur sá sem vitur, hann ekkert æðri kú, fíl eða rakka, hundi. Nei. Þetta er gate 25 í Human Design. Sá sem elskar allt líf jafn. Já, eða ber jafna virðingu fyrir öllu sem lifir. Já, og áttar sig á að allt er ekkert án annars. Sko, ég var dálítið alin upp við það, að gera engan greinarmun á fólki. Já. Og svo náttúrulega var ég svo lánsöm að vera mikið í sveit, þar sem var komið rosalega vel fram við dýr. Og þá lærði maður það líka að þau væru
dýrin væru allrar ástarvirði, bara eins og manneskjurnar. Og ég vildi að þetta væri meira svona, að við bara, getur þér þótt vænt illmenni, Halldóra? Ég þekki ekkert illmenni sem að ég hef Nei, verið í herbergi með. Ég meina, nei, þú þarft ekki að hafa verið í herbergi með illmenni, en getur þú reynt að finna til væntumþykju til þeirra sem eru almennt taldir vondir? Já, ég get alveg farið þangað. Þú veist, þetta svona spiritual staður, þar sem að bara, af hverju tekur þessi manneskja á sig þetta hlutverk fyrir okkur hin til að vera kennari fyrir okkur hin. Þú veist, þetta bara eins og Júdas sem svíkur Jesú. Þú veist, einn varð að taka að sér að svíkja Jesú svo lærdómurinn kæmi, skilurðu. Og hann í rauninni fórnar lífi sínu, Júdas, með því að svíkja Jesú fyrir mannkynið. Þú veist, það að taka þetta í svona stórt, í svona stóra... En ekki sagan að Júdas samt líka það að við erum öll einhvern tímann í lífinu, Júdas? Jú, hún er það. Hún er það? Já, og þá þarf maður að spyrja sig. Við ættum öll faktist að heita, þú ættir að heita Halldóra Júdas Geirarsdóttir, Steinólfna, já, Halldóra Júdas Jesú Geirarsdóttir og ég heita Steinólna Júdas Jesú Þorsteinsdóttir. Af því að við erum hvort tveggja. Já, við erum hreint ljósið og skugginn. Og skugginn, já. Og allir hafa einhvern tímann svikið einhvern eða eitthvað eða jafnvel sig sjálfa. Og Júdas bara dæmisaga það. En sko, viltu að ég finni eitt heilræði enn? Já. Sem við getum kannski rætt. Já, og þá ætla ég... Eða heilræði, eitt lítið vísubrot. Ljós og myrkur eru sagðar eilífar leiðir þessarar veraldar. Maður sá kemur ekki aftur hefur lagt inn á ljósveg, en hinn leggur